595 Bjö heilsar ykkur á þessum gullfallega föstudegi. Björn Bragi og Nilli með mér í dag. Má ég heyra þér? Já, blessaður. Ævinlega, herra Björn Bragi, minni elskulegi vinur. Hvað syngur þið, Nilli minn? Já, ég er bara góður. Er það ekki? Já, ég var að banga chicks. Grín, þetta ekki Nilli. Þetta Hjörvar Afleiðarsson, velkominn. Þakka þér kærlega fyrir. Vantar ekki einhvern svona stuðbettaðan undir? Jú, ég er að hlaða hann eða? Já, hún verður að hafa þetta vel í honum. Nei, þetta þarf að vera stuð, það er föstudagur. Já, málið það er föstudagur og þetta síðasti þátturinn minn, sem sagt, ég er búinn að vera núna hérna í 2 vikur. Veit ég kemur áttur á mánudaginn. Það er föstudagur, við erum hérna félagarnir. Þú nú vanur að vera 50 dögum. Jú, það var ekki borgað út eitthvað núna fyrir vikunni, en að menn eru að fara að spóla í sig í kvöld. Já, heldur betur og við ætlum þemað í dag í þættinum partí. Það er partí. Það verður reyndar vandamálið að það verður ekkert partí á mér, sko. Nei, en ég ætla samt að reyna að lifa minni í þetta eins og það sé partí, sko. Það er bara rólegt. Það er alltaf gerast helgina. Já, ég sko, þú veist, partí þarf ekki að tengjast drykkjuskilur. Nei, en partí þarf að vera partí, sko. Já, það verður líka partí hér, frá 4 til 6, svo hvílu okkur eftir það. Við erum við bara út í bíl og leggjum okkur. Það er rándýrt prógram hjá okkur. Já. Ef að fara eitthvað yfir það sem er í þættinum. Já, ég förum yfir það, já. Ok, Erpur kíkir til okkar í dag. Blas Rocka, sem er samsveitungur þinn á Kópavogi. Sverrir Bergmann kemur föstudagsslagið, sem verður væntanlega rándýrt ef við þekkjum hann rétt. Þórunn Antoni ætlar að kíkja stuð til okkar í lokin. Við ætlum að taka góðurlagakeppni og að sjálfsögðu munum við heyra í Brjáni Breka, þar sem hann var vant við látin í gær. Já, ok. Hann var væntanlega verið einhverju drykkju, ef við þekkjum hann rétt, sem hann ger ekki. Nei. En já, þetta verður hörkuðáttur og það verður svona mikil gleði hérna og svo náttúrulega góðurlagakeppni verður náttúrulega all-in. Já, all-in góðurlagakeppni og þá erum við með partíþema í henni. Svo verðum við með lítið partíhotn, þar sem menn geta hringt inn úr einhverju partí og sagt frá partíinu sínu. Já, nákvæmlega, þetta verður svona eins og í hausverkum helgar. Já, svo mætum við á partybílnum með 5 í fötu. Já, nákvæmlega, ef menn einhverju guðtinn partí núna kl. 4:30, eitthvað svo leiðis. Er einhver pottapartí núna í gangi? Örugglega. Er ekki, það er svo gott veður. Já, ég held það. Ég held að menn séu alveg að taka vel að því núna. En herðu, í anda við partíþema, þá er fyrsta lag þáttarins. Veitu, nú er þetta að klikka. Og Mark Anthony með lagið Rain Over Me. En það er komið að slúðurpakkanum á föstudegi. Hjöpi, ertu tilbúin í það? Ég er meira tilbúin og ég er ansið vel undirbúin núna. Nú? Ég ætla bara að geta botnað það slúður sem að þú kemur með. Já, það er eins og Friðrik Dór þegar hann var inn í vikunni og allt sem að Friðrik Dór getur, það hlýt ég að geta. Allt sem Friðrik getur, get ég gert betur. Allt sem Friðrik gerir, get ég betur í vetur. Ok, látum mig reyna það. Sjáum hvað setur. Þetta er rándýr rödd. Þetta er nefnilega fín rödd. Hún pælir í. Já. Takk. Herru, Demi Moore, ok. Demi Moore sem er nýhætt með Ashton Kutcher fór á daginn í geðrannsókn því að þetta tók svo mikið á hann að sjá Ashton Kutcher byrjuð með Mila Kunis. Rétt? Ekki alveg rétt. Hún er búin að breyta Twitter-nafninu sínu. Ok. Af því að hún er búin að það eru 6 mánuðir held ég síðan að þau hættu saman og hún er búin að heita Mrs. Kutcher Act síðan. En hún var að breyta því núna og nú heitir hún Just Demi. Just Demi, ok. Það er reyndar rosa flott hjá henni. Ég heiti bara Demi, ekkert annað núna. Hún er reyndar, er hún ekki með allt niður og sig líka bara á ferlinum? Er hún að fara að gera eitthvað myndir eða eitthvað? Ég veit ekki alveg hvað að frétta sko. Það er upp á Demi Moore myndiðinn. Það er A Few Good Men. Few Good Men, mín er striptease. Er það? Nei, uppáhaldsmyndið, það sé ekki Ghost. Ghost er rándýr hendar. Ert þú mikið í... Ég menn ekkert hvort hún lék einu svona í Few Good Men. Lék hún í henni? Gæti verið, jú, verða ekki, Few Good Men. Annars segi ég bara Ghost líka. Hefur þú til að fara með konu og búið til svona leirkeri? Já, ég ger það yfirleitt. Ertu með alltaf svona aðstöðu þannig heima? Ég er svona leir aðstöðu. Það er þetta stið. Ert þú ekki áhuga maður keramík? Jú, mikill. Ok.
Nú komið að slúðri Lea Michele úr Glee. Ég sko með erfitt slúður að því ég vissi að þú Lea Michele úr Glee, ok. Veistu hvað það Hún var að koma skemmtilega óvart, en hún sást með Ryan Reynolds núna á veitingastæði í Los Angeles og þau eru satt að hafa, virkilega gott. Nema hvað að ungstinnið, þarna dökkhærði, sem voru vinsæll. Já, þarna Shia LaBeouf. Nei, hinn. Zac Efron. Zac Efron. Já. Hann öfundsjúkur. Ok, þetta ekki rétt, en ef við ekki bara hafa þetta svona? Höfum þetta bara svona. Þetta miklu betra, ok. Kevin Federline. Kevin Federline, bassfaðir Britney Spears. Já. Núna farin að leika í þættinum The Biggest Loser, raunveruleika þættinum. Já. Og ætlar að taka af sér öllu kílóin. Nei, ég veit ekki, þetta... Nei, ok, þetta ekki rétt sko. Ok, hvað þetta? Ég ætla reyndar að lesa slúðrið hann. Hann sem sagt var að leigja einhverja íbúð eða hús og þetta svona smá svona stemming þarna eins og var í fréttunum núna daginn með fólkið þarna sem var að rústa pleysinu sko. Það var allt í mauki í húsinu eftir hann og hann var ekki búinn að borga leigu í einhverja 7 mánuði og skuldar $110,000 í skemmtir. Hann glerharður sig gæði sko. Já, ég veit ekki, þetta ekki algjört trash? Jú, en hann var með Britney Spears sko. Þú var að gefa hana það. Já, ég gef hana það. Að lokum af erlendu slúðri, Michael Jackson risinn upp frá dauðum til þess. Hvað segir þér? Hann ekki risinn upp frá dauðum, eða? Ég var að klára setningu. Viltu klára hana fyrir mig? Nei, og alltaf fram. Að tengi stórfyrirtæki og Michael Jackson. Apple. Nei, kostur ykkur. Coke. Pepsi. Hann var náttúrulega alltaf Pepsi-maður. Já, Pepsi-bandið. Hann var Pepsi-drengurinn. Þeir sem sagt eru búin að semja við Michael Jackson Estate, þú veist, skilur, dánabúið, að fá að nota hann eitthvað í eða myndefni á honum í Pepsi-auglýsingar, nýjar Pepsi-auglýsingar. Ef það væri eitthvað svona sirpa í sjónvarpi með, veist, hvað þú verður frábær, eitthvað svona highlights úr þínu lífi. Já. Hvaða Jackson-lag myndir hafa undir? Ég myndi hafa Black or White. Það reyndi ekki að það, sko. Vó, það náðurum mér eða, sko. Hvað ætlaðu þú að? Ég verði að blóða með Smooth Criminal. Smooth Criminal. Ding-a-ding-a-ding-ding. It's gonna be my lover, don't matter if you're black or white. Ding-a-ding-a-ding-ding. Við erum að spila það inn á eftir. Gerðvittlega, sko. Ef við ekki að hlaða... Íslensk slúður, áttu eitthvað svoleiðis fyrir mig? Já, algjörlega. Ég er með úr síða heyrt, brakandi nýtt. Ok. Jói Fel hringdi símtal úr tíkallasíma í Smáralindin í síðustu viku. Ætla hann hafi verið innexlaus. Hann geti... Það kemur bara ekkert óvart. Nei, það kemur mér heldur ekki neitt óvart. Það er náttúrulega áhægt... En Sveinn Andri, það gerist í honum? Fyrir raskat á sér. Það er toppmaður. Sveinn Andri... Hann var á skuggabarnum, á opnun á skuggabarnum. Alveg maður. Og hann er búinn að kaupa Manchester United búning á barnið sem hann á með Kristján Ösp. Hann er flottur gallinn maður. Svo er annar samsveitungur þinn Maggi Mix. Hann var í góðu flippi með stúlku á bíómyndinni 21 Jump Street í Smárabíó á föstudaginn. Wow. Það taka eitthvað púlsa á Magganum með það, sko. Er mixarinn byrjaður að mixa? Svona fyrir utan bara eitthvað eðlilegt mix? Fyrir utan bara að setja pepperoni og súkkulaðiköku og eitthvað svoleiðis. Svo segir síðan heyrt. Mér finnst alltaf gott, hann var þegar hann var eitthvað aðeins var að feita undir sig á honum, þá var hann mættur með einhver sparnaðaráð. Já, sko, hann er búinn að taka þetta allt, svo er hann líka alltaf með eitthvað svona date-línu, eða skilur svona pick-up-línu, segi ég. Já. Rándýr. Hann allan best fyrir því að vera þann inni. Já. Hann gerir það svo sannarlega. Og að lokum, þetta er heldur helsta slúður vikunar. Söngkonan Helga Möller er að hætta að borða hvítan sykur. Veist það gott hjá henni? Ógeðslega gott hjá henni. Er það ekki? Tjúvillara gott hjá henni. Já. Við styðjum hann í þessu. Já, hún er ógeðslega tjúvillara góð í að syngja jólulög. Já. Hún er best í hátíðarskap. Úti séu sjón og glögg. Hvað er upp á sjólulagið? 10, 9, 8, 7, 6. Það er allt breytt vegna þín. Þú komst með jólinn til mín. Til mín. Veistu? Wow. Heyrðu þetta? Þetta er gott lag. Heyrðu skiptinguna hjá mér. Er það svo góður að taka fyrir? September hér á FM 957. Líka þessum drullu flotta förstu degi. Mikið að vera, mikið partí, mikið að vera allstaðar í bænum. Saman hvert maður fer, vinstri, hægri, suður eða norður. Það er allstaðar partí. Björn Bragi, hvað er partíð á þér helgina? Það er partí allstaðar hjá mér. Það er kannski partí í Buxunum kannski líka. Er þetta FN-tímar þín? Nei, FN-tímar mín. Ég ber rosa virðingu fyrir mönnum sem er í vinnu sem þú þarft að vera hress í af því að þeir skulda alveg pening líka og fá alveg leiðinleg alltaf þetta. Þeir fá alveg leiðinleg SMS út halvviti og þurfa síðan að mæta bara
10 sekúndur setna og vera hress í útvarpinu, sko. Já. Hingað komin til þess að tjásum þetta mál Frikki Frígor, útvarpsmaður með meiru. Jú, það greinlega bara búið að stilla manni upp í vegg, en þetta samt alveg rétt, strákar. Þetta það svo sér svona staðalbúnaður að vera hress á FM 957, sko. Ekki? Það alveg klárt mál, sko. Finnst þér ekkert stundum erfitt bara að reyna að vera hress? Nei, þetta bara hrikalega gaman og þetta koma sér í karakter, þetta bara eitthvað sem bara útrúlega gaman. Og sjá hvað ég í karakter núna. Hefur aldrei verið bara grátandi út í bíl, út á bílastæði. Ég get þetta ekki núna og svo bara þurfti að manna þau upp og komið inn bara þeir eru að lista á FM 957 topp tónlist með ykkur hérna á eitthvað svona. Nei, það bara útrúlega hvað maður er svona með mikið meðbyr, hvað maður fengið SMS, flottur í loftinu kallinn, takk bróskall, skilju, og maður er ekkert eitthvað leiðilegur, í SMS-um, skilju, á móti, ég náttúrulega reyna þá inn í stúdíónu, þannig ég verð líka að vera hress, þó en þú segir hún sér búin að rífast eitthvað með einhverja frú og hún segir hún sér bara fíbl og hálfviti og algjör aumingi. Svo þarftu bara að koma hérna inn og vera alveg í bannastuði. Þetta er bara, þú ert búin að gleyma því allir, þú lappaðir inn og hurðina, sko. Já, komið nú sæl og blessuð. Þá færði SMS. Nei, þú voru rosa kátur í útvarpinu, hvað er í þér? Ertu gjörsamlega tilfinningalaus hálfviti? Já, við erum hérna á FM 957 og veitum hvað, ég hef aldrei verið léttari. Og við ætlum alltaf að fara með topp tónlist af FM 957. Það komið að nýjasta laginu með Pitbull og J.Lo, Dance Again, gjör svo vel. Þá fer ég að svara þessu, láttu ekki svona. En uppáhaldið mitt sko þegar kynningarnar enda á hér á FM. Á FM. Hér á FM. Þannig að taka fyrir okkur sýnusotna því, Frikki. Sýnusotna þessu. Ok. Já, ég meina, verður ekki lag inn, eða? Já, þetta er kynnalag út og kynnalag inn. Ok, eins og bara að læga hana, September og lægi Cry For You. Við skulum bara henda í af því að það er partíþáttur, við ætlum að henda í mesta partílega allra tíma og ég ætla að leyfa þér að kynna það, þetta er What Is Love með Hathaway og þú verður að taka vel svona hér á FM, svona, tilbúin í þetta. Fútalust á FM 957, hvorki mér en að minna, það er föstudagur, hinn kallaði svokallaði flöskudagur. Við ætlum ekki að vera að bylla mikið meira, það er komið að meiri topp tónlist fyrir þig, alveg í allan nótt. Við ætlum að vinda okkur yfir í fyrrum Íslandsvinnin Hathaway með What Is Love á FM. FM 957 hér í þvílíku föstudagspartíi, þetta er auðvitað What Is Love með Hathaway og það var Frikki Frígor FM snillingur sem að kynnta það inn fyrir okkur. En hingað er komin góður gestur, það er Ásgeir Hjartarson, tískumógull, vertu velkominn. Akkaði kærlega fyrir. Svona okkar Kalli Benson, bara miklu, þú veist, hann er með stælinn og hreinu þessi. Svona harðari Kalli Benson. Aðeins harðari, já. Þegar nú við erum í bæði í partíþætti og svo að koma sumar og við viljum bara vita hvernig menn eiga að líta út. Algjörlega. Ég ætla að byrja því að fyrirgefa að afsaka röddin í mér. Já. Ég er svolítið kvefaður, hann að einhver, vill setja út á það. Nú varst þú einn af kóngurum í þessum hárgreiðslubransa. Hvernig á hárið á mönnum að vera í sumar? Sko... Er þetta raka í liðum? Er það að vera þreytt eða? Nei, það er nefnilega að það heldur áfram núna, sko. Gott. Og það er nefnilega málið, sko, að þetta er svona stutt og lengt. Já. Þannig að þetta er svona, ég myndi að segja, ef við hugsið eitthvað svona boardwalk empire-is. Já, er það ennþá? Já, það er nefnilega svolítið mikið núna, sko. Ok. Og svo er Mad Men, þeir eru náttúrulega en það lúk er alveg að svínvirka, sko. Ok. Hliðaskipting og svona sleikti hliðar. Ok. Svona 60s eitthvað lúk, eða? Já, svona, jafnvel sko eldra. Ok. Það aftur í sko 20. áratuginn. En bara svona classic, bara svona stutt og gott hár eins og Hjöppi er núna. Það er svona summer bara time. Já, hann er mjög flottur, sko. Hann er við rakaði hliðum og... Það líka hjálpar honum að hvað hann er fallegur, sko. Það er svona flest hár fer honum vel. Það er rétt. Þannig að það verður svona einhver 50s, 60s feelingur sem er í gangi. Já, þú veist, og þetta rockabilly líka. Já, Elvis, þú veist, hugsaðum James Dean líka. Allt þetta sleiktalúk, verður það svolítið máli? Já, rosa mikið. James Dean líka. Rockabilly, Elvis. Ámar þá kannski vera stitt á sárið? Nei, ég myndi sko, ef ég verður þú, myndi ég frekar safna ég aðeins. Safna ég aðeins, ég segi það. En hvað með, sko, Hermannin, er hann ekkert að vera dættinn? Lieutenant, eitthvað svona bara, mér langar alltaf að vera með grjótar svona Hermannagreiðslu, en bara hún er svo ljót, ég er alltaf að býða til hún færi tísku. Já, reyndar sko hafa komið inn, en ef ég byrju að gera þetta, þá dettur þetta vantilega í tísku. Já, það er sumir sem hafa þetta sko, þannig að ég ætla að fara að detti í Lieutenant. Já, Lieutenant. Já, það hefur gert sko eins og bara til þess með þessum myndum eins og Jarhead og þú veist, Jake Gyllenhaal, ég meina, þú veist, það datti inn, þú veist, einhver svona góða bíómyndir sem eiga við stríð, þá verður oft svona aðal karakterinn sem verða, eins og til dæmis í Terminator, þá, sem sagt, Christian Bale, sú klipping, hún var að gefa eitt heit þegar sú mynd kom út, en þetta tengir svolítið líka svona strömm og stefnu. Já.
Það spurning hvort við gerum góða bíómynd, Hjöppi. Hvað samt gjörsamlega off? Ég myndi segja að síta aftan væri ekki í tísku, sko. Ég meira að nota þetta orð líka, þú veist, þegar mér finnst eitthvað ljótt, bara djúlega síta aftan. Síta aftan.is. Þetta svona, ég segi eitthvað, ef eitthvað out of date, þá segi ég 10. september þetta. Af því að svo kom 11. og þá breytist allt. Já, algjörlega, sko. Hvað það eitthvað djúpt. En svo líka eitt með þetta, sko, það verður gott að koma í að sko, stráka tískan, hún er miklu lengur að þróast heldur en til dæmis stelpunar. Stelpunar detta, það endist svo mikið, sko, endist ekki eins, tískan í stelpunum. Er það þegar við erum sinnþroska? Já, það getur verið, sko, og við kannski erum með einhverja greiðslu, svo þróum við hana út í eitthvað svona flott og cool look, skilur. En ég sé stelpur byrja að raka í hliðum og eitthvað svona. Hvernig metur þá sko, og svona undir líka? Mér finnst það fara ákveðnum típum, en það eru náttúrulega sumir sem að grípa einhverja svona strauma og eru bara ekki alveg með þetta, sko. Er að pikka upp einhverja svona strauma sem bara fer enga veginn manneskjunni, sko. Það er ekki að virka, sko. En hvað ef við færum okkur yfir í klæðnaðinn? Hvað erum við að tala um þar? Sko, menn náttúrulega vera að fara úr ullasokkunum og gúmmískónum og brenna flíspeyssuna, sko. Já, er þetta flíspeyssu dæmi, það er ekki orðið dreitt, þessi Laugavegur, sem að mér finnst í raun og veru orðin svona miðbær Íslands nr. 2 eftir Hamraborginni, af því að hún er svona það sem er í gangi í dag. Það er bara, þú ert með Tækniska stað, þú ert með Subway, þú ert með Nóatún, þú getur gert bara það þetta í hug. Þetta er ekki Laugavegur, það er bara flíspeyssur. Já, þetta er skelfilegt, sko. Ég vil segja að þetta sé svona þessi hjarðhugsun hjá Íslendingum. Þú sérð 10 manns í þessu og þá bara, já, ok, ég verð það bara í þessu. Flíspeyssur eru svo hlýr. Ég veit það, en þú horfum á mig núna, svona trendsetting í lit sem að fáið Þór að fara í. Fyrir 5 ára síðan, þá var ég alltaf bara í bláum gallabuxum og flíspeysu. Já, en þér hefur líka aldrei liðið betur eins og þá. Þetta er svona pink nude, Hjöppi, sem út í. Pink nude. Það er flottur litur, sko. Það er útalega með þetta, sko. Já. En flíspeysa brennur líka auðvitað, þannig að hún vil breytum í henni. Einmitt, sko. Það er bara að brenna hana, sko. En ég myndi segja, sko, að eins og til dæmis, eins og ég sé ég sé að horfa á hálsinn á Hjöppa. Það er einmitt þessi feelingur, þessi rúnaði svolítið svona að kalla svona torn out neck. Og líka vaffálsmálið. En þessi líka með nú ekki torn out, Hjöppi. Nei. En svo kannski með buxurnar, er ekki fleiri litir í gangi núna en oft áður? Jú, algjörlega, og þessar Kinos er að koma rosa sterkar inn. Og Kinos, það eru buxur sem eru 100% cotton og stundum blanda af cotton og polyester. Og það eru auðvildar í þvotti og þú endast vel. Og þetta er svona, og málið er það, þú átt að vera í svona Kinos með öllu litum, þú veist, bláar, vinnröðar, þú veist, tangular, jafnvel bleikar og grænar eins og ég er í, og jafnvel líka, sko, það er sérstaklega þegar sólin er sem hæst á lofti að þá endilega, sko, bretta upp á skálmannar, og vera berfætturinn á milli, sko, ekki vera í einhverjum sveita sokkum við, sko, og láta sjá berta á milli, sko. En happy sock, svona litaði sokkar? Nei. Má það ekki? En má ég bretta samt það upp og sína með kálvana? Já, endilega, bara þú veist, að bretta upp og þetta bara ber innunundir. Má maður klippa buxurnar bara svona þannig að vera svona shorts? Já, og vera kannski flott og mokka sínu við eða eitthvað. Þetta er nefnilega mynd, sko, sterkar hliðin mínir eru kálvarnir, sko. Já. Ég er ekki með góða kála. Ég er með rosalega kála. Ásgeir Hjartarson, eitthvað svona lokum tísku fyrir íslensku þjóðina? Já, sko, ég myndi segja, sko, eins og með hárið og svona, ég er líka að benda á það, maður þarf að passa þetta nefhár og eyrnahár, sko. Það er ekki sniðugt að vera með einhvern stingandi strá út úr nösunum á sig og hittir einhverja kellu, sko. Það þarf að passa svoleiðis hluti, sko. Og passa að bjarna fel, hérna. Já, passa augabrúnina, sko. Fela sig niður. Ég kalla það háuljósin. Já, háuljósin, já. Þannig að, og svo er alltaf möst að vera með einhver grú í sólglöru. Þú veist, Ray-Ban, Tom Ford, þú veist, Gucci eða eitthvað. Á maður að vera í litunum þar eða á maður að vera klassískur þar? Bara, ég myndi segja... Er allt leyfilegt? Nei, það er kannski ekki allt leyfilegt, sko. Ray-Ban, hérna gamla rockabilly-snið á glerunum, er mjög svalt, sko. Já. Og nokkara svona maskerir frá Gucci. Ég er meira í flugmannum. Já, það er cool, sko. Það er cool, þessi pilot-feelingur er ennþá, sko. Þannig að, já,
ég held að sé svona sums it up. Heldur betur. Sums it real good up. En hvernig stöndum við íslensk kallmenn okkur í að klæða okkur? Erum við betra en konurnar í að klæða okkur? Nei, það vantar svolítið upp á, sko. Það er líka svo, ég er líka, það mest í pyrrðan á mér þegar einhverja konur er að reyna að klæða manni sínu upp og fara með hann í Kringluna eða Smáralind og eitthvað svona þú ert ekki bara best ef það er eitthvað sem ég þol ekki það er þegar konur eru að stjórna kallmennunum sínum hvernig það er klæðið. Þú hatar konur. Vertu effinn sjálfstæður, sko, já. Ég bara, ég meina, ef þú getur ekki farið út í búð og keypt gallaði upp, skiljur, þá bara, það var eitthvað mikið að hérna. Hvernig fílar svartar skyrtur og hvítt bindu við? Hversu vont er það? Nei, það er ekki flott, sko. Það er ekki flott. Það gæti verið kannski einhverjum tilvikum, við erum kannski ákveðið tilefni, sko, en ég meina, það er, leiðu ég hugsa um það, hugsa ég bara um, hérna, sem sagt, ég hugsa bara um mafíuna. Já. Þess að svona wannabe mafíu, svona grísból. Gæinn sem kemst aldrei inn í mafíuna, er að reyna. Já, ég er að reyna það. En Ásgeir, það er hægt að nálgast þig á hárgreiðslustofunni Center, er það ekki? Jú. Heldur betur. Við þökkum þér kærlega fyrir þetta innlit. Já, takk fyrir að hafa mig. Nú kunnum við að klæða okkur. Vel gert. FM 957 kynnir. Helgin 5. til 8. júlí 2012. Gaddstaðaflatir við Hellu. Miðasala er hafin á bestaútihátíðin.is. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsalustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans er Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Skvísukvöld, öll föstudagskvöld á Búdda. Brísir í fötu og 3 fyrir 1 á Bacardi koktelum til klukkan 1. Búdda Reykjavík og þú frábær saman. Viltu slá því í kaffitímanum? Vísir kynnir samstarfi Datamarket. Upplýsingar verðlagsþróun, framleiðslu og eftirspurn. Utanríkisviðskipti, vinnumarkað og opinber fjármál. Vertu sérfræðingur og fylgstu með stöðunni á hagtölum í viðskiptum á Vísi. Ég var ekki alveg að kaupa þetta fyrst, ég eitthvað svona, nei, þetta er eitthvað svona afsláttur eða eitthvað svoleiðis. En það var ekki þannig. Þú mátti bara nota þetta eins og vildir og hérna, getur nota þetta á ábyggilega svona 80% af stöðunum sem ég versla á almennt, sko. Ég heiti Sverrir, ég er í Háskóla Íslands og ég nota aukakrónur. Sálin, NASA, laugardagskvöld. Sálverjar hafa átt margar góðar stundir á NASA, en á laugardaginn treður sveitin upp í hinsta skiptið. Öllu verður tjaldað til og rakettunar dregnar fram. Sálin og NASA. Kokteil sem ekki klikkar. Fyrsti vinningur í geturnum er komin yfir 120 milljónir. 1x2 við tippum. Úrslitaleikurinn í ensku bikarkeppninni í beinni á Stöð 2 Sport á morgun. Chelsea-Liverpool. Fáðu þér áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Opnunartilboð Sólbaðstofuna Smart. Við höfum opnað nýja sólbaðstofu í Spönginni í Graói. Við bjóðum 10 tíma ljósakort á aðeins 5.990 krónur. Athugið, tilboðið gildir aðeins dagana 3. til 5. maí. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533-3350. Árið 1909 kom Ford T fyrst á götuna. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. FM 95 Blö er í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. Já, góðan dag og gestir, við vorum að hlusta á mannaskít í Nótnafarmi, Pitbull, sem er skítfésið sem þykist vera kúpan en hefur alltaf alið upp sinn skítaflokk upp á Miami. En hins vegar ég mættur hérna, Erpur Eyvindsson, góðan dag góða gestir, og Cesar As, Sellinur, Hjörtinand Kjærbo á kantinum og Björn Bragi, appstrákurinn sem menn kannast við á bensinstöðinni. Bensinstöðva Bragi. Ég er ekki með þessa FM-kynningu, sko. En mér finnst alltaf gaman þegar að svona
low-life rapparar á hraun yfir Mr. 305. 305 to the death of me. Já, þetta Miami fjössið. Einmitt, sko, pældi ég að hann segir 305 to the death of me. Já, veit það. Þú myndir aldrei þóra að segja. Að segja 200 þangað til drefst. Hell fucking ég, löngu búin að segja það mongoliti. Hey. Get your white ass to Mosó. Herru, ég í Mosó, sko. Nú ég draga út það sem þið sjáuð ekki. Og bróður hans að það eru komin í stúdíó. Það sem þið sjáuð ekki að ég er búin að draga út af með draslið. Og maðurinn hérna sem býr í Kórakverðinu, Hjörtur Kjerbo, hann að sjúga 200 Kópavós, Vesturbæ Kópavós draslið á mér. Góðan dag, góð gestir. En það er annars að. Já, hvað segir þið, strákar? Velkomnir til Íslands frá Kúbu. Þið voruð þar í ferð í 3 mánuði og komið fyrir hvað, 2 vikum með það. Herru, hræðilegt að koma heima. Já. 3 mánuður á Kúbu, það ekki? Jú. Hvernig var það? Það var stórkostlegt alveg. Stórbrót. Hættum að tala um þetta kommunistu drasl. Césara, gaman að sjá þig. Það var hræðilegt, sko. Ég kom alltaf heim og þú veist, og það var bara, þetta sama röflið. Geir og Horti eitthvað, en það ég seglis eitthvað, þú veist, og hérna, þú veist, leiðinda röfla alltaf bara í gangi skýta við, svo kom jarðskjálfti, flott, fleiminu jarðskjálfti. Varstu bara einhverjum bananabúkarið þarna á Kúbu það? Herðu, ég tók bananabúkarið nú við bræðarnir og fleiri í desember. Já. Og hérna, þá fórum við í sjálfbáðinu út desember, meira svo aðfangadag. Ok. Og heldur jólin á Kúbu? Já. Hvernig er jól á Kúbu? Havana Club 3 ára, Cohiba-vindlar og harffiskur. Já. Þetta er bara eins og íslensk jól. Já, luxus. Alltaf jólin heima á mér upp í Árbarnum. Já, þú ert alltaf á Árbarnum, maður má ekki gleyma því. Já. Hvað segir ég á? Og gamlárskvöldið var, þá fórum við, hvað tjöðlega gerum við þá áttur? Þá elduðu allir, þetta voru sko bríkað allstarað úr heiminum, ekki allstarað úr heiminum, en svona nokkurt veginn, þetta var svona norður bríkað. Já. Þannig að það voru frá, þú veist, Hjörtína náttúrulega veit ekki, kann ekki nefna helminga löndunum í Evrópu, en málega þetta voru flest löndin í Evrópu og hérna, og þau voru hérna að mæta þarna, hann að menn voru með svona, þú veist, byggu til lummur, íslenska lummur, menn byggu til svona eitthvað þjóðlegt og... Ok, herru Blas, það er allir skýtsam og hvað þú gerir í Kúbu. Og djöfull ertu þreyttur. Sæll, hvað er þetta? Vá, hvað ertu þreyttur? Þú, sko, málega, ef ég tala ekki titling á 10 sekundar fresti við Hjörtinat, þá bara sónar hann út. Hann er með massa ADHD. Herru, hætt að tala um þetta Kúbudæmi. Þannig að, herru, hvað eru þið bræður að fara að gera? Við erum að fara að halda þvílitt Kúbudæmi í kvöld, maður fokka. Og sleppur ekki frá þessu. Halda eitthvað Kúbudæmi og þið vitið það Pitbull, Mr. 305, Mr. Worldwide, hann er frá Pitbull. Æ, þú veist, þetta er ekki hægt. Eins og hann segir, I'm a Cuban-American baby. Þið vitið það, þetta var fyrsti maður til að segja þetta. Já, ógeðslega töf. Fyrsti maður sem að þorði að segja þetta. Pitbull þorir meðan aðri þegja og verður þetta þannig kvöld. Og verður þetta... Það sem er að gerast það að hérna spila Pitbull fram til kvöld á Factory. Já, þá verður sérst á Factory málamyndum og verðum við segja frá Kúbuferðinni sína myndir af bæði hérna vinnubúðunum en líka ferðinni sem við förum í alla Kúbu eftir vinnubúðunum líkur sko og síðan verður við ætlum að bjóða upp á þvílíkt grimma koktel sem heitir hvað heitir hann já? Æslandakiri. Nei, Reykjavík dagkiri sem eru vestfisk aðalblábers í Havana Club 3 ára. Já, sem er nákvæmlega nýkomið hérna, við vorum með í því úti og svona ananaskósi, Pinita sem er mjög hérasandi. Við ætlum að vera með koktela hérna og gefa liði koktela og hérna og við ætlum að vera með fullt af glæslegur kúbanskri tónlist og síðan kemur Salsa Iceland. Er þið orðnir svona Ingólfur Guðbrandssinnir núna? Ég er að segja það. Heimsklúburinn. Við erum að fara að verða það sko. Er það ekki? Og við buðum öllum í heimsókn til Kúbu og hérna enginn kom og kom fullt af glæsluliði en enginn í þessu stúdíu hérna en þetta er fakkar en þetta er gott samt að sjá þetta er samt gott að sjá hvað félaginn hangir hérna yfir ykkur og vofir yfir ykkur eins og Jésu Kristus FM stúdíuna, það er mynd af mest sexy manni í Evrópu, R.B. Evensen nú eru auðvitað það er annars að hins vegar þið mætið í kvöldu þið komið í kvöld þarft þú ekki að fara að gera eitthvað grindapottsæfingar ég skal stýra þessum umræðum Hjörvar, þú vilt bera fram spurningu ég vil bera fram spurningu, auðvitað eru kongar í Kúbu eins og Castro og Pitbull ekki tala meir Pitbull ok, en hvor er kongurinn hana? Af því að Pitbull fór frá Kúbu út af því að hann fíla ekki Castro hann var aldrei á Kúbu, hann fættur á Miami það er líka American Pitbull
Hann ekkert, þú veist, En þú veist, hvort hinn venjulegi kúpumæður, hvort hann á bandi Pitbull eða Castro? Já, sko... Þetta eru bara 2 pólar þarna, ekki rétt? Men þetta er samt svolítið góða punktur, sko, því að þú veist að það er oft sett svo mikið svona upp, ef við tölum svona kúpu svona, bara hands down, þá það er alltaf margfalt flóknara, en það er enginn sem nennir að gera jack fyrir Pitbull, annað en kannski bara að gera grindabátsæfingarna sínar. Hörbert, ertu ekki að gera það? Málið er að Castro hins vegar hefur massa backup, en það eru líka anstæðingar og þeir eru flesti hverjir á Miami. Já. Og já, það er bara þannig. Þeir hafa svona sýnt svona anstöðu sína gegnum tíðina með alls konar hætti. Björsið út mikill Scarface-maður, eða ekki? Jú, mikill. En nóg komið af þessu. Strákar, hvað er að gerast? Eru þið ekki að fara að gefa út eitthvað meira tónlist og svona? Jú. Og Kúba var frábær staður til að semja. Já. Það er mjög notalegt að líka á punktskilinu. Það er mjög fínt að fara eins og Brynborg, örugustæður til að vera á. Þú fæst borga fyrir þetta, eða ekki? FM fuckafestir í gangi hérna. Við vorum á Harmageddon á hann, það var svo geðvegrahæli, en það var samt einhvern veginn eins og að vera svona geðvegrahæli sem þú býrð á. Hérna er við komið bara í alvegni, Hjörbitinand Kerbo er að gera grindabátsæfingar og hann er að flegin einhverjum sponsorum hann, bensín-appbarnið hann. En máli ekki, getur svona ángríns, það var hérna... Það er mjög fínt að klippa veturinn í tvent, sko, fara hérna. Já, það er rosalega notalegt, ég mæli með því við alla að fara hérna og þú veist, vegna þess að menn hengdi sig. Hvað hengdu þið ykkur oft núna í janúar og februar og desember? Hengdu þú okkur? Já. Ekki í kynlífi, bara í, þú veist, svona... Við vorum nokkuð góðir, við vorum bara svolítið kátir á þessu árið, ekki? Já. Þið lifjið ykkur líka. Það er málið. Hvaða lifi er þetta sem er hérna á borðinu? Þetta er eitthvað svakalegt, sko. Þetta er bara 7 vítamín. Já. Bara I'm a Cuban American baby. Málið er hérna að fara svona út og sleppa bara, þú veist, skammdeginu og koma bara heim, þú veist, og eins og ég segi, ég kom aðeins og snemma, við komum aðeins og snemma, en svo núna er Ísland aðeinslegt. Já. Svo núna, þetta er bara svo að vera á Kúbu mínus 20 gráður, en enga síðan þetta lúkkar kannski aðeins eins og Kúbu. Er ekki, strákar, nú ætlum ég að spyrja ykkur spurningar þegar við allir ferðast heiminn, er ekki Ísland fallast þar í heimi á sumrin þegar það er svona hlýtt úti? Jú, það er það sko. Reyndar eru óbúslega fallið á bendón. Ég gast ekki bara sagt já. Þegar þú sagðir, þegar ferðastum allir heimi, þá varstu aldrei að tala við Hjörtin og Kerbo. Ég var að segja, hann hefur farið til Köpen og til Ibiza. Já. Gran Canaria. En málið er að Ísland er aðeinslegt og bara svo núna, það er bara allt annað og menn verða hálf svona, menn verða hálf geðmikið ykkur úr gleði ykkur inn á sömmun. Já, það er líka alltaf að kynast öðru og einmitt eins og við gerum fara á eigin vegum, bæði, sko, ekki fara bara á þessa ferðamannastæði, heldur líka fara, þú veist, eins og við fórum síðan bara í heimagistingu og náttúrulega ekki verða að tala smá spænsku líka. Nei. Og Eyjó er reybrennandi á spænsku. Ég lærði, ég var út í Barcelona að læra spænsku og læri leikstjórn. Ætli við getum verið með svona Icelandic Spanish talkshow hérna á FM? Eyjó og Heimir Karlsson. Herðu, ég sá að það er komin kirkja í Faxafinnið sem heitir Iglesia de Dios. Það er fáránlegur staður fyrir kirkju. Já, en hún er á spænsku, sko. Þannig að það er greinilega komið stemning fyrir. Það er spænska samfélagið að öskra á þetta. Hafið þið tekið eftir eins og í textunum hos Pitbull, hann veriðist einhvern veginn geta skipt úr ensku og byrja að rappa á spænsku á núleitni. Þetta er ekki öllum fært. Já, þetta er rosalega. Eins og í Reign Over Me, sem að vinna með hann segir bara Mark Anthony. Tulo Sabres, það er eina sem hann segir, Tulo Sabres, þú veist hvað því? Hvað er það? Þú veist, það er ekki svona rétt, sko. Ég er betri í spænskun hann. Hvað þýr dale? Dar er að gefa og le er bara ótiltekið, það er bara dali, það er bara að gefa í eða, þú veist. Já. Kerum þetta í gang eða svona í dag? Já, þetta er svona þetta kerum í gang. Dali, það er svona kerum í gang. Dali með í gang. Dali, tóma. Strákar, ég ætla að stoppa þetta spjall, henda nokkurum skilaboðum frá sponsorvinnum mínum. Já, gerðu það, Býtu, ég ætla að spjalla meira okkur eftir. Fyrst þetta. Róðfull búð af sumarvörum. Byrja með sumarið með stæl í Outfitters Nation. Outfitters Nation, Kringlunni. Þú getur notað staðgreiðslu og viðskiptakort Skeljungs á öllum orkustöðum út allt land. Orkan afsláttur alveg vinstri hægri. Shell V-Power, aukin afköst og ending vélarinnar með framúrskarandi tækni. Shell V-Power.
Komdu á opnunarhátíð Bauhaus. Við opnum laugardaginn 5. maí klukkan 8 með fullt af frábærum opnunartilboðum. Komdu strax klukkan 7 og taktu þátt í morgunhappdrættin okkar. Bauhaus dregur úr 10 gjafakort á 100.000 krónur stykkið. Leitað ekki langt yfir skammt. Komdu í Bauhaus. Við erum með allt fyrir verkefni þitt. Vorum að taka upp nýja sendingu af milljónum. Lifðu þér smá lottó. Með ljósneti Símans getur unnið í fjarvinnu eins og ekkert hafi ískorist. Ljósnet Símans. Kraftmikil tenging fyrir heimavinnandi Íslendinga. Intersportblaðið komið út. Hlaup, fótbolti, sund og hlaupabretti. Frábært verð á öllu. Intersport. Opnunartilboð Sólbaðstofuna Smart. Við höfum opnað nýja sólbaðstofu í Spönginni í Grái. Við bjóðum 10 tíma ljósakort á aðeins 5.990 krónur. Athugið, tilboðið gildir aðeins dagana 3. til 5. maí. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533-3350. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar, ávallt ferskir. Við erum í sumarskapi í Sporthúsinu. Komdu í dag og fáðu sumarkort Sporthúsins á aðeins 9.999 krónur, sem langt undir 10.000 kalli. Sporthúsið í sumarskapi. Númer 2. Lamborgarinn. Hann á sér enga hliðstæðu. 100% lambakjöt, bræddur maribóastur og hvítlugsristaðir sveppir. Með bernessósu sem löguð á staðnum. Yummy. Hamborgarafabrikan. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredía, láttu það eftir þér. Að fá sér í FM 95 Blö í dag. En það föstudagur og það partíþáttur. Björn Bragi og Hjörvar með ykkur til klukkan 6 og hjá okkur eru bræðurnir Erpur og Eyjólfur Eyvindarssynir. Herru, Erpur, þú ert þarna með textan djúvillettu tekin í framann. Mætti halda að vera tekin í framann. Hvað varst þið hugmyndir að þessu? Var eitthvað kona sem var beint á móti sem var mjög tekin í framann? Hún var frekar tekin í framann. Hvernig þá? Þreytt í framann? Já, þú veist, svona tekin í framann. Svona, þú veist, lifa Og veistu for að fækta að hún hafi verið tekin í framann? Ég grunar hann fastu að maður hafi verið tekin í framann. Nei, þú skoðan. Ok. Og ég fekk það síðan staðfest. Að hún hafi verið tekið frá. En hvað meinar það samt í þessum texta? Þegar þingur lókur, hvað? Nei. Það eru börn að hlusta. Nei, ekki þetta. Við ætlum að stýra umræðan núna, sko. Það eina sem að við Hjördinand náum að saminast það er svona að ræðum lógo eitthvað. Að leiða okkur aðeins hérna gamla okkur. Já. Þið lifið þeim miskilningi að Kópavogur sé besti staður í Íslandi. Það var sumt rétt í þessari setningu. Það var annað rámt, sko. Nei, það sem er skemmtilegt í Kópavoginum náttúrulega er miðbærinn, það er náttúrulega Hafnarborgin og þessi skemmtilega hlíðagötur. Þú veist þetta með auðbrekkuna, þú veist Dýranesveginn. En þekktust þið í gamla dag? Nei, hann er náttúrulega úr Vesturbænum. Ég er úr gamla Kópavoginum, hann er úr Dýranesinu. Nei, ég er úr Snælandinu. Nei, út úr Snælandinu, já. Glísnika er úr Dýranesinu. Hjördinand er úr Snælandinu. Þetta er svona... Þetta er allt 200 Kópavogur. Þetta er gamli Kópavogur. Þrátt fyrir að vera svona ólíkir, þá hefur ykkur orðið vel til vina. Sko, málega þetta er alveg magna með Kópavogin að þú veist, ég þekki fólk sem að... Sameina alla bara held ég. Já, Kópavogurinn, það er það sem við höfum lagt svona áherslu á í Kópavoginum, að sameina raun og vera alla. Fólk sem er Leonsi, Hjördinand, Glísnika, ég... Við líka verið heppin að vera með manni svo Gunnar Birgisson sem gerir, meðan aðri hugsa eitthvað og gerir hann það. Við höfum ekki verið með eitthvað svona eitthvað svona hálfspilt, við bara förum allalegið spilt. Nei, það er bara New Jersey Íslands. Góðan dag, góð gestur. Heimitt, hann er samtíð við sjálfa sig, báða meginn, allt í góðu, skilur við. Hættu þessu. En Kópavogurinn, já, hann er glæslegur, en djöðan og fint líka, heilsan og Gunnar Birgis, djöðlega gott að losna hann. Hann fór á sama tíma frá Völdum og þú fórst frá Völdum og fluttir í Kórahverfið. Sem er svona hálfgerður Garðabær. Gaman að sjá það þarna vitandaðir þarna í Garðabæn og Sellinni. En já, var þetta tónlist? Við erum búin að hugsa mikið um þetta. Við César erum búin að semja fullt af nýri glæslegri músík og vorum aðeins að vinna því út á Kúbu og sömdum ýmislegt, en við getum ekkert sagt að svo stöddu um það. Nei, er ekki að fara að koma plötum í jólinn? Maður veit það ekki. Þetta er allt svo mikið eitthvað sem fylgir eftir Copacabana sem gerði allt vitlaust. Já, það er spurning. Núna fekk ég einmitt afhenda gullplötuna fyrir
Copacabana í Hamraborg. Já, í þættinu mínum, ég veitur. Það hárrétt og bæjarstjóri Kópavogs var hérna og fleiri. Og það var mjög falleg stund en... Hún var reyndar rekin sem bæjarstjóri bara daginn eftir að hún gaf þessa blötu, sko. Já, það reyndar hárrétt en Mikki Grikki sagðist nú að bara ábyrgð á því. Af því að hún var eitthvað á móti einhverju splash Dirty Fuck Night hérna á Players sem að vinur okkar með. En já, svo nú sko, ég er að segja, nú sko Hjörtin að byrja að lifja sér svo massíft á. Hvað er ógeðt að geta? Þetta er kólólegt. Þú skulum slaka á þessari lyfja umræðinu. Það er eitthvað búlgarski stafir á þessari dolli sem hann er með. Það er kúpukvöld í kvöld. Það er kúpukvöld, kl. 8 og Factory, Frítinn, allir velkomnir og það er Salsa í Æsland sem að verða með glæslega dansa þarna, Salsa fjöru og Havana Club í Bláberja Havana Club Daiquiri. Þetta er þetta partílag undir þetta? Nákvæmlega. Viltu kynna þetta? Ok, góð gestir. Já, við sjáum ykkur L3 í kvöld á Factory, klukkan 8, Frítinn. Menn leggja lók, frængur þiggja lók, halarnir leggja lók. Salsa Æsland býður upp á glæsilegan dans, Havana Club 30 ára í Aðalbláber, heitir Reykjavík Daiquiri. Ferðasæ málamyndum, Cesara og Blasálka. Hjörtinan Kjærbo verður á kantinn, tekinn í framann, einfallega vegna þess, hann var tekinn í framann. Þykir það gaman. Flowrider í party-þættinum FM 95 á þessum fallega föstudegi en það er komið að því sem að allir held ég hafa beðið eftir og það er að heyra í góðvinni þáttarins Brjáni Breka. Hann er nú vanur að tala við okkur á 50 en hann svaraði ekki í gær og ég ætla að slá á þráðinn til hans og gá hvort að hann svarar mér núna. Sjáum þetta. Já, það ringir. Línan. Hvað segirðu? Hommalínan, hver er þetta? Er þetta ekki Brjánn Breki? Það er Katrin, hver er þetta? Blessar, þetta er Björn Bragi hérna FM 95. Blessar, þú mikli mongolíti. Já, blessar, hvað segirðu gott? Ég segi fínt en þú ert eitthvað mest í mongolíti sem ég þekki. Nú? Byrjaður á að stela B.B. King-nafninu mínu. Já. Og ertu núna að ganga út allan bæ að segja sér medium rare? Nei, það er nú ekki rétt sko. Ok, ég heyrði að þú voru að segja, að því ég og Valtýr Björn frændi minn, við eigum medium rare. Já, þú varst Ég heyrði þetta og langaði mig svo að setja nýtt andlit á þig sko. Það er alltaf eitthvað að pirra mig. Já, ég hef aldrei sagst vera medium rare sko. Ok, þá allan er allir að bulla eitthvað þig. Já, ég veit ekki alveg hvað þetta er. Ég var að vakna, Magic Stick, ég vaknaði þessu undan mér. Þetta, niður með þig. Er það vakna núna? Ég var að vakna Magic Stickið og greinilega vaknaði þessu undan mér. Býtu nú, hvað var í gangi? Nei, ég segi, hann bara stundum vaknaði ég. Þá var bara Magic Stickið komið í gang. Ok. Þannig að ég kalla, sem sagt, hann á mér Magic Stickið. Já, ég veit það. Frændi minn kallar hann fermingabróðurinn. Já. Þannig að ofta þegar hann er að tala um einhverja gellur. Já. Hann til þess meina dúkku hjá sig daginn og sagði, heyrðu, vill ekki koma að hitta fermingabróður minn? Já. Hún bara, jú, vissi náttúrulega ekkert, sko. Já, ok. Skilur? Já, ég skil ekki. Já, heyrðu, þá maður búinn að koma í hörpuna. Nú? Og ekki húsið. Það er gella sem myndir hörpa. Já, ég skil ekki. Þannig að ég er núna búinn að koma í hörpuna, segi ég núna við alla frændu mína. Ok, já, einmitt. En ég hafði smá, ég heyrði eitthvað kvóta frumvarp núna daginn. Já. Ég segi nú bara eins gott að það setja ekki kvóta á kettlingar. Já. Ég er búinn að vera með frjálsar veiðiheimildir núna helviti lengi. Já. Búinn að vera með 5 gellum núna bara þessu ári. Já, 5 gellur á þessu ári. Já, en hvað segir, ertu ekki að fara að fylgjast með Pepsi-dildinni sem er að byrja núna helgina? Hvað er það? Er það fótbolti það? Já. Ég horf ekki á fótbolta, þú mikli mongolíti. Nú? Hvernig, menna, það er ekkert til asnalegt á fótbolti. 22 gæjar. Já. Einhver gæi í svörtum gala með flautu. Þeir á hliðalínu með eitthvað prík. Já. Og byrju svo einhverju 2 með hanska í sikkur markinu. Og dómari sem gefur gult og rautt spjalt ef menn er óþægir. Byrju, hvaða perraskapur er í gangi þarna? Ég meina, þetta er vinsælasta íþrótt í heimi. Þetta er fyrir mongolíta, ef þú spyrir mig. Hvað ert þú? Ég er meir í bílónum. Já, ég skil ekki.
Ég fer á hverju ári á bíladagana í Akureyri. Já, ok. Herðu, veistu hvað hérna hommar fíla best? Nei. Nú að láta kalla á sig. Já, ég skil. Fíla best að láta kalla á sig, skilur? Já, ég skil. Fíla, þú veist að ég fíla alveg homma, sko. Já, já. Það taka enga gælur af mér. Einmitt, þú talar um það. Herðu, ég ringdi í Sveppa, hann hérna í Evrópska draumnum. Já, einmitt. Herðu, ég spurði hvað ertu? Hann sagði, ég er í Ungverjalandi. Þá sagði ég, Ungverjalandi? Já. Þá sagði Sveppi sem mér er svo gott. Já. Þá sagði Sveppi, þú ert náttúrulega steik.is. Þú ert náttúrulega steik.is. Þannig að ég og frendi minni núna segjum alltaf hvernig annan. Þú ert náttúrulega hálfviti.is, eða við setjum alltaf .is núna bak við allt. Já. Eins og hérna, hann fattaði bara þessu núna. .is fyrir aftan svona tók. Já. Þannig að Sveppi á þetta. Ok. Og Blas Rokka sem er annar vinnu minn. Já. Hann á sko chilla með bjór í annari og pizzu í hinni. Já, ert svolítið að nota það? Hann bjóð það til. Já, einmitt. Þess að núna er ég að fá mér eitt kaldan, gott veður og svona. Já, já. Það er svo gaman að fá sér eitt skíðkaldan. Já, já. Þá fæ mér smá kaldan, sér 2 matskeiðar af landa úti. Út í bjórinn? Þá detti ég í gírinn, já. Ok. Þá detti ég í gírinn, kallum minn. Heyrðu? Já. Þú erum meira gerpið. Nú? Er ekki rétt að meilið sé björnbræjat365.is? Jú. Veistu að banna að ljúa? Þú ert ekki búið með 365 kettlingar, eða? Ég skil þig, einmitt. Já, þannig að þú ert svona þess. Já, ég er þess. Ég var reynda svolítið pirraður yfir þessari könnun þannig á tippastæður út allan heim. Já. Það var ekkert mælt magic stickið mitt. Nei. Ég geta rifið þetta eins upp. Já, er það? Já, við erum að tala um 30 plus. Eleg! Já, einmitt. Eleg! Herri, já, hérna... Herru þetta hann að bórat, hérna? Eleg! Já, einmitt. Mann eftir því. Herru, hvernig kemur Blöð? Hann kemur á mánudaginn. Hvernig kemur sá mikli meistari? Koma hérna á sunnudaginn og hann kemur áttur í þáttinn á mánudaginn. Hann er algjör snitti. Hann kann að gera útastætti. Já, einmitt. Blöð, hérna, við erum vinir. Já, akkurat. En hann er aldrei með einum gælum. Hvað er málið með það? Hvað er eiginlega málið með það? Veit ekki, sko. Hann er svo rólegur í þessu. Ég hætti hann fyrir að ryðga og detta af. Já. Ryðga og detta af, held ég, sko. Já. Einmitt. Það er partí alla helgina, maður. Nú? Er það ekki? Er ekki eitthvað í gangi á okkur? Jú, það getur verið, sko. Þetta er að fara? Að fara hérna á B5, eða? Já, spurning. En það, hvert viltu fara? Bara, ég er ekkert búinn að plana neitt, sko. Ok, ég er til. Já. Þú veist að við erum að fara svo til Akureyri sumar á bíladaga. Já, einmitt. Eleg. Akkurat. Eleg. Já, akkurat. Herði, hérna... Prófaðu þú að segja eleg? I like. Nei, þú ert að segja eleg. Já, ég held ég sleppi því. Herru, skýtt í þig. Ok. Bye. Takk, já. Magasín, virka mótna klukkan 7. En hvað gerir það þurftu fyrir þær til þess að koma blóðinu staði hjá henni? Það þarf ekki. Þeir eru ekki mennið til að það er að fylla blóði, það er svo lítið. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Magasín, alla virka mótna á FM 957. Nú færðu 15 króna afslátt af lítranum í 10. hvert skipti sem þú greiðir með OB-lyklunum. Kynntu þið málið á ob.is og sæktu lykil. Afsláttur allan hringinn. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. FM 95 Bjö á þessum gullfallega föstudegi. Það er partíþáttur, Björn Bragi og Hjörvar með ykkur til klukkan 6 og það er búið að rigna inn góðum gestum í dag, Hjörvar. Já, rétt rúmlega það. Og þeir verða ekki verri. Nú? Nei, menn það er komin annan maður við hlýðna þér. Ég er bara ekki samanlega, þeir verða verri, sko. Já, er það? Já, þetta er bara svessi, sko. Já, ég held við sem að toppa okkur núna. Sverrir Bergmann Þeir verða verri, það lítur að vera jákvætt eða ekki. Þú sett verri en þeir sem voru áðan? Nei, en ég, fuck it, maður. Já, eftir að þú ert komin þá verða þeir ekki verri. Hvað segir þú, Sverrir? Ég er góður, maður, 10. 1, 2 og I stay to watch you fade away. I dream of you tonight. Tomorrow you'll be gone. I
wish my God you'd stay. Þú hefur einstaklega rödd. Sko, Hjörvar, við þurfum að fara að klára þennan smell sem við sömdum hérna. Já. Fyrir síðan sumar. Það þarf bara eins að temja röddina, af því að hún er svo mikil, þetta er svo mikil dýr. Það sniðast að temja dýrið. Já. Temju það. Settu það inn í búr og temju það. Nei, let it go wild. Það er rosalega, það versta sem getur komið fyrir svona animal eins og þig. Já. Væri að vera tamin. Já, við viljum það ekki. Nei. Við viljum ekki temja mig. En Svessi, þú ert komin með föstudagslagið. Já. Ég er svo spenntur fyrir að heyra það, sko. Herðu, nú, við ætlum að taka hérna Beatla-lag. Aftur? Sem að Joe Cocker hérna gerði Ég er að syngja eins og stuðningsmenn KR. Kemur á óvart. Sko, ég er alltaf að hugsa þetta með sem Joe Cocker-lag, sko. Já. Þetta hérna heitir... With a little help from friends. Það er hárið til þér. Ok. Þetta var að setja það í sumafíling. A little help from my friends. Ertu komin í summer feeling? Já. Já, ég meina, það er búið að vera gott við að tóta í röð. Það gerist ekki oft. Það er rétt. Jú, reyndar hérna á höfubrúksvæðinu. Það er mjög algengt, sko. Já, ég kjaftaði. Það er alltaf rigning. Þetta er óþólandi. Það er lögrétt. Herðu, hérna, mér langar bara svo að heyra lagið og svo ræða það eftir. Eru þið ready með það? Ég held að halda þessu klár, sko. Alright, þá skulum við gefa ykkur séns á að stilla ykkur og mækin er komin hana og þá heyrum við föstudagslagið. 1, 2, 3, 4. Svessi. Ekki. Svessi. Gott, vel gert. Til hamingju. Takk. Til hamingju með frábært. Þetta var mjög gott. Já, Bílarnir með þér. Já. Bílarnir, heil ekki ég. En á hverju semjum við ekki kemur bara eitthvað gott lag, bara við tveir. Heitir eitthvað kvöldið. Erum við ekki konir langt hérna með það? Það á víst að temja mig. Það gengur ekki að hemja mig. Þetta er ekki aðvegt. Hvernig, eitthvað svona? Já, ég er til. Förum bara í þetta. Það á víst að temja mig. Það gengur ekki að hemja mig. Já, eitthvað svona. Eitthvað svona gott stöf. Einhver þyrfti að lemja mig. En alls ekki kremja mig. Því hjarta þólir það ei. Semjum við það? Mér finnst það fallegt. Já. Mér finnst það fallegt. Hvernig, Svessi, ætlar ekki að sitja hérna hjá okkur út þáttinn? Hæ? Ætlar ekki að sitja hérna hjá okkur út þennan þátt? Já, út þáttinn. Takk kærlega. Það er svo mikið framöndan. Við erum að fara í góðurlagkeppni hennar rétt. Já, þú vil laka í til maður. Ég er að spá hvort að við hendum kannski inn örstutum skilabóðum áður en við gerum. Já, fá skilabóð. Er ekki spennt fyrir skilabóð? Það er alveg partískilabóð. Partískilabóð, þau eru hér. FM 957 kynnir. Helgin 5. til 8. júlí 2012. Gaddstaðaflatir við Hellu. Miðasala er hafin á bestaútiháttíðin.is. Skvísukvöld, öll föstudagskvöld á Búta. Prísir í fötu og 3 fyrir 1 á Bacardi koktelum til klukkan 1. Búta Reykjavík og þú frábær saman. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja réttin. Kíktu á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Opnunartilboð Sólbaðstofuna Smart. Höfum opnað nýja sólbaðstofu í Spönginni í Graói. Við bjóðum 10 tíma ljósakort á aðeins 5.990 krónur. Athugið, tilboðið gildir aðeins dagana 3. til 5. mæ. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533-3350. Þessi er góður. Ítalskur bátur í speltbrauði á Hlölla. Hlöllabátar ávallt ferskir. 1909.is 1909. Við erum í sumarskapi í Sporthúsinu. Komdu í dag og fáðu sumarkort Sporthúsins á aðeins 9.999 krónur, sem er langt undir 10.000 Sporthúsið í sumarskapi. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia. Lakkeról, slættir úr körulunum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Þú ert mikill Bieber-aðdáandi? Já, ég get ekki sagt það, en þetta er mjög áhugaverð saga og skoðar hana. Sagan á baku Bieber. Hvernig, hvað er áhugavert hjá hann? Nei, bara, hann byrjaði hana bara... Hann byrjaði með ekki neitt. Ekki neitt, þú veist, hann er Fanta Trimbill, vissu það? Já. Hann spilar trommur. Já. Og hann var bara á götuhornum að spila. Enda hefur hann með margsinnis verið líkt við Phil Collins. Er það málið? Nei.
Phil Collins að gegja þér. En það er gott að hafa þið, Sverrir, af því að við Hjörvar erum að fara í hápunkt vikuna. Já, djúvill hlakka ég til. Hvað er það að fara að gera? Það er, Hjöbbi, segðu það. Það er góðurlagakeppnin. Það er góðurlagakeppnin. Vá. Það keppum við í góðurlagi. Góðurlagakeppni, FM 95. Vá, geðveikt rödd. Það er ekki, þetta er geðveikt. Mjög gott, og sko það er búið að vera partíþema hjá okkur í dag, Hjöbbi. Þannig að það verður líka partíþema í góðurlagakeppni. Já, ég pældi reyndar ekkert í nýjum þema, ég fann bara það besta lag sem ég datt í hug. Ok, hlustendur geta síðan hringt inn þegar við erum búin að spila lögin í 511-0957. Já, og svo sem fær undan 5 atkvæði vinnur. Já, svo sem á fyrr að fá 5 atkvæði. Ef að byrja á, það dreifir sem takt í þarna, ef að byrja á þínu lagi. Já, ég vann einmitt síðustu viku með lagin It's All About The Money. It's all about the money. I don't think it's funny. Já, þá var ég með Life, oh life. Nei. Oh life. Mitt lag var það gott að það vann live, sem er eitthvað frábært lag. Mestu dómaraskandal sem ég hef séð. Er enginn að keyra í Circle of Life úr Lion King? Það held ég geti halað inn. Já, það er kannski átt að vera. En Herri, við erum ég ætla Þöggun er í Simon Cowell. Mitt sérsvið í lífinu er 90s tónlist. Já. Og ég er alltaf að býja þér að heiða og hringi í mig. Ég erum með antar mann með 90s lót millir 9 og 11 og 11 kvöld. Þetta er klár. Já, þú væri til að heiða öllum lögataskvöldum millir 9 og 11 í 90s þátt. Já. Ok. Ég væri til í það. Herri, ég ætla að taka svona eitt af þessum svona klassísku lögum sem allir eiga minninga við. Já. Þetta er lagið Bailando með Paradiso. Ég verð endur að játa að þetta er alveg ógeðislega gott lag sem þú valdir hérna. Takk hérlega fyrir það. Já, ég landaði með þessu vikuna og ég er stoltur af þessu framlagi. Þetta er bara, þarna gengur allt upp. Takturinn, tónlistin, melodían, textin. Inja a la fienda. Svessi? Já, ég finnst þetta bara geðveikt. Þetta er bara algjörlega geðveikt. It takes me back, man. En veitu, hvernig ætlað þú að... Ég laka til að segja hvernig þú svarar þessu, því að þú ert með frábæran tónlistsmekk. Já. Veitu, hækkum að þessu? Þó ég sé andstæðingurinn, þá játa ég að þú ert með rándýrstu lag hér á ferðinni. Þetta er Bailando með Paradiso sem er framlag Hjörvars í keppninni. Til þess að velja hann þá ringið í 511-0957. En ég ætla að svara þér með einhverju besta lagi sem eða mjög líklega bara besta lagi sem hefur samið. Þetta er ítölsk Eurodance-sveit sem heitir Corona. Lagið er... Wow, shit. Bjóðast ekki við þessu? Nei. Þetta er einhver harðasta keppni sem ég hef bara heyrt, held ég. Nei. Þetta er Corona og lagið er Baby Baby sem er framlag mitt í þessari góðurlega keppni. Ég viðurkenni að þetta er frábært lag hér og líka þetta Baby Baby, why can't we just be together? Þetta er bara setning sem allir spyrja sig svo oft í lífinu. Sverri, er einhver leið fyrir þig sem dómara og fagaðar? Ég hugsaði bara eftir að Hjöbbi komið sitt, þá bara það er ekki séns. Svo bara fyrstu 2 línunar, baby, baby, þá er ég bara fokk, þetta, það er ekki hægt að dæma það. Já, en númer er 511-0957 og það er hlustendur sem ráða og við skulum gá hvað þeir hafa að segja. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Sko, horfið út gluggann. Já. Bailando. Lögin voru alltaf svakaleg og tímasetningin og veðrið og allir að gera það. Já. En ég get ekki gefið Hjöbba nógu mörg atkvæði, sko. Já, þakka fyrir. Ertu Bailando maður? Já, Bailando maður. Ef ég væri með tattu og væri sennilega textun úr Bailando. Arrigos, arþjós, estías, jölondos. Já, einmitt, eitthvað alsilencio loco, eitthvað, la noche, vá, þú veist eitthvað þetta síður en bara það er stemning í þessu. Það er gríðast þér. Þannig að þú ætlar að gefa... Takk kærlega, mér er ekki væntum með það atkvæði. 4 atkvæði hérna. Takk fyrir það. Takk kærlega. Takk kærlega. Ok. Það er 1-0. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Baby, baby, það er náttúrulega... Það er gott lag, Takk fyrir það, vinnu minn, þá er ég búinn að jafna Hjöbba. Takk fyrir það. Ekki? Takk kærlega. Það er eitthvað. Ok, bless. FM, góðan dag. Góðan dag. Bailando. Góðan daginn. Halló. FM, góðan dag. Já, sælir. Það er baby, baby. Það er baby, baby. Ég verð að bera verðingu fyrir því. Maður alveg hoppaði fullt árum matarabakmaður og hækkað útvarpi í botn og hendin út gluggan og tók töffaran á þetta. Álfurur. Glæsilegt. Takk kærlega fyrir þetta. Takk. Það er 2-1 fyrir baby, baby. FM, góðan dag. Sí, señor. Sí, señor. Arrigas, arþjós. Bailando. Arrigas, arþjós.
Gott lag? Það bara lagið. Það lagið, ok. Takk kærlega fyrir þetta. Já, takk. Kæra þakkir. Það 2-2. Þá skulum við heyra í næsta hlustanda FM. Góðan dag. Það Hjöppi K. Takk fyrir þetta. Þú ert Bailando maður, heyri ég. Já. Bailando. Hvað upp á sparturinn í laginu? Ég ekki alveg viss, sko. Já, það þetta að gera um milli, ég skilu. Bailando hefur þá tekið fórustuna 3-2. Takk fyrir það. Takk all. Ég játa reyndar að þú ert með rándýrslega Hjöppi, sko. En ég meina. Sko, þú ert með baby, sko. Ég lá hérna þegar ég heyrði lagið. Já. Heyrum næsta atkvæði FM. Góðan dag. Góðan daginn. Góðan daginn. Herru, ég verða að hendis á kámaninn. Það ekki? Nei, hvað? Já, baby. Bailando. Hver upp á kablinn þinn í Bailando? Hver upp á kablinn þinn í Bailando? Sí, senor. Já, minni kablinn, hann er mjög góð kabli, sko. Eluna, jajarón. Það var mjög dimmt mjög dag síðan lappaði inn og heyrði í sjónvarpinu. Senor. Ángríns. Já. Það kveikt í daginu, þannig að það verið gott kvöld í kvöld. Gott að heyra. 4-2 fyrir mér. Takk kærlega. Take care, boy. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herru, ég verð að gefa baby-laginu. Já. Frábært lag. Takk fyrir það. Ég skilji mjög vel. Ég er mjög ánægður með það. Þetta er Bailando náttúrulega klassík, en Takk fyrir það. Það er nepp að skemma fyrir mér. Já, ok. Þú hlýtur að eiga einhverjar minningar um baby. Áttu þú veist eins og, hefur þú tíðan sagt við strák baby, why can't we just be together? Já, það er einmitt svona frekar skemmtileg, skástrík, leiðileg jamminning sem svona sé mjög búin að skemmina. Ok. Já, svona er lífið. Svona er lífið. En ég minn þetta er bæði samt alveg topplög, en baby færið núna. Ok, ég verður bara að bera virðingu fyrir því. Takk fyrir þetta. Takk fyrir það. FM, góðan dag. Góðan dag. Góðan dag. Heyri, það er klárlega Hjörvar. Nei! Herlega fyrir, mér þykir svo vænt þetta. Þetta er algjörlega sumarlagið. Þetta er sumarlagið. Myndur þú segja þetta? Þetta er lendi próf eða bara dagur og mikið bjartar að hlusta þetta lag. Og ég segja svolítið fyndið þér. 15 ár síðan þetta var lagað samið. Já, og þetta er líklega, þú veist, ég var að segja þetta sé besta sumarlag sem við gert allra tíma. Já. Ég var saman á það. Lagið var samið sko 97. Er þetta að virka alveg jafn vel enn þann dag í dag eins og það gerði fyrir 15 árum? Ábyggilega, ég var 94 og mér finnst þetta skemmtilegt þannig að... Nákvæmlega, hugsið ykkur, hún var 30 ára þegar þetta lag kom út. Já. En, já, einmitt. Takk kærlega fyrir þetta, þú tryðið mig sigurinn, þakkaði fyrir þetta. Mistum ár. Takk fyrir það. Gangi vel prófunum, bye. Hjöppi, ég trúi sig ekki að tapa aftur. Já, en þú tapaði fyrir frábæra lagi, en þú varst með frábært lag. Já, mér finnst bara svolítið leiðilegt, því ég er að senda eitthvað frábær lög til keppni. Ég veit það. Og ég spyr alltaf heim með silfrið. Og þú hendir í live síðan sko, en herru, Bailando er komið. Já, þetta er sigurlagið. Þetta er reyndar sko, ég játa, þetta er alveg ógeðslega gott lag. Þannig að Bailando, sigurlagið, góðlagið keppni, gjör þessu vel. Þetta er eitthvað besta lag sem ég hef heyrt á minni, mjög líklega næst besta lagið og eftir Baby með Corona, en það hlaut ekki brautargeðingi hlustenda að þessu sinni, Hjörvar. Það er ekki alltaf að vinna. Nei. Og ég lendi alltaf í öðru sæti í þessari keppni. Í allar þessar 2 vikur sem ég hef verið inn á. En þú getur sætið við, þú ert næst bestur af ykkur 2. Það er enda rétt. Second comes right after first. And when Hafleðarsson is in there, you're always going to be second. Whatever the competition is. But we got her, Torun Antonia, the diva from, Reykjavík, right? Já, or is it Keflavík? Við þurfum að tala íslensku hér. Já, ég er frá Reykjavík. Við erum komnir með enn einn góða gestinn í stúdióið og það er Þórunn Antonía, vertu velkomin. Komið sælir og blessaður. Halló Ísland. Hvað segirðu, hvað syngur þér? Herðu, ég er bara rosalega hress. Þú ert sko mjög nú erum við að vinna saman, en þú ert orðin talsveit sumarlegri en ég á þessari viku sem er liðin síðan að þátturinn okkar voru frí. Það er kannski þegar þú ert búin að vera fastur inn í stúdiói. Já, ég held það. Ég er búin að vera læstur hérna inn í einhverju myrkuðu FM stúdiói. Ég er sko líka í mikilvæg stúdióinu og ég er að klára plötuna mína. En ég er svona að reyna að hafa því þannig að ég sé út í sólina daginn og í stúdió á kvöldin. Vinna á kvöldin. Leika sér á daginn. Ég veist ef ég væri Pallemag myndi ég fá hana til að segja stíin í Eurovision á Íslandi. Já. Hello, this is Reykjavík calling. Já. Belarus. 5 points. Takk fyrir að hafa svona hálít markmið fyrir mig í lífinu. And finally, Denmark. 12 points.
Já, svo alltaf hérna Germany 10 points. Lemony dispo. Já. Lemony. Já. Já, þú talar reybrandi frönsku, Hjörvar. Ég gerði það á sínum tíma því ég var að læra vínrækt þarna í Bordeaux. Já. Og semst ég gerði það með tannlækninum þegar ég var að læra það. Já. Svo misti ég bara áhugann á því þegar ég kláraði doktorinn í því, þannig að fór í fótboltann. Það var áður en fyrst í flugmannin? Nei, ég tók enga flugmannin þegar ég var úrlingur, sko. En hvað meinaru þegar þú segir að því að nú félagi minn hérna á lausu, hliðina mér, þú segir laginu It's never too late to wait for love. Too late for love, ekki wait for love. Ok, þá veitur það þetta. Hvað segir too late for love eða to wait for love? To wait. Það er ekkert Hún wait. segir too late for love. It's never too late. Já, það er aldrei of seint. Já, fyrir ástina. Nákvæmlega. Hvað meinaru með þessu? Hún er ekki að segja að það er aldrei of seint að bíða eftir ástinni. Nei. Hún er ekki að mæla með fólk bíði. Nei, ég vil alls ekki fólk Phil Collins talaði líka það að bíða ekki, sko. You can't hurry love, no, you just have to wait. Jú, hann sagði maður þetta bíða, já. Hann vildi meina með þetta bíða, en þú vilt að veita með það að sé aldrei of seint. Og hvað meinar með því? Eða var þetta bara að þetta virkaði vel við lagið? Nei, það segir bara svolítið sjálft. Það er aldrei of seint fyrir ástina. Þetta er eiginlega svolítið korni saga, sko. Afi minn á 8. salti, 84 ára, kynntist sem sagt kærustunni sinni. Og hún er hvað, 20 og... Já, hún er 19 ára, nei. Þau sem sagt voru saman þegar þau voru 19 ára. En svo hittast þau aftur í ellinni þegar þau eru bæði og erum vel yfir áttrætt. Og bara verða svona bálskotin ykkur törðu aftur. Þannig að það er aldrei of seint fyrir ástina. Þetta er mikil saga. Já, þetta er fallegt. Eina sem aldrei nóg af. Mennirnir verjast, hljást og vilja vera að fagna allt því. Það er nefnilega sko svo fyndið að hér er ég með í þættinum Hjörvar Hafliðason, Sverrir Bergmann og Þórunn Antoníu og Hjörvar Hafliðason er svo áberandi langbesti söngurinn í þinni. Nei. Við vantar ennþá að kallmann til að gera dúett með á plötunni. Ok, ég er til í það. Ekki? Jú, ég er alveg til í það. Ef það var með gott efni, þá er ég alveg til í að skoða. En hvenær kemur platan, Þórunn? Hún kemur í byrjun júní. Byrjun júní? Verður þetta svona Kylie Minogue plaskalafyllingur yfir öllum lögunum? Smá. Og ætlar alltaf að búið til sexy videos? Já. Jennifer Lopez style? Það fylgir? Það fylgir. Þetta er bara svona hrest og sexy efni, þannig að okkur ekki að skella sér eitthvað... Sko, pælti, Jennifer Lopez er 20 árum eldri en þú. Hún er samt ennþá alveg... Samt alveg heldur meira sexy en ég. Hún er kaffi. Nei. Er hún 73 ára? Nei, hún er ekki 70. Hún er fætt samt svona 70 og... Þetta er ekki fætt 70 eða eitthvað. Hún er 40 eitthvað, já. En hún var líka, þú veist, hún líka það heita, hún náði sér Mark Anthony. Hún var samkvæmt People, þá var hún heitasta kona ársins í fyrra. Vá, var með Mark Anthony. Já, hann hefur eitthvað tök, Mark Anthony, á latínó heim. Herðu, hún er fætt á uppáhaldsárinu mínu. 69. 43. Já, þannig að þetta verður skrítið sumar fyrir þig, eða ekki? Þetta verður bara svona viðbröð sumar. Þetta verður fullt að gera, sko. Já. Ertu komið nafn á plötuna? Sko, vinnuheitið er For Your Love, sem var fyrsta lagi sem við settum í spilinu á plötunni. For Your Love. En það er alltaf að breytast. Ég þarf ekkert að taka ákvörðun fyrir eftir svona viku. Þannig ég hringi kannski upp þessu hugmyndaríkur. Verða öll lögin á þessari útlensku? Þessari útlensku, þetta tungumál sem heitir enska. Já, þau eru öll á ensku. En sem komið er. Líður þér betur að syngja á ensku en íslensku? Sko, ég flutti náttúrulega til útlanda þegar ég var 18 ára gömul. Vá, frábært, í London, þannig ég talaði mikla ensku frá 18 ára aldri og samdir og svo mikið af lögum á þeim tíma. Þannig að það er svona, já, ætla að sé ekki bara svona eðlilegra fyrir mig. En ég hef líka alveg verið að semja dót á íslensku, sko. Enskan er grípandi líka. Já. Hún er útbreidd. Já. Það er mikið ógeðslega góðum lögum á ensku. Já, það er svolítið mikið af þeim. Öll lögum í stingar öll á ensku. Já, pældi Sverrir, ef að þú hefði samið án þín á ensku Always með Bon Jovi, já. Já, þá hétt það Without You og þá væri það svona With or without you. Það volið það. Þá væri það þannig. Magnað hvernig þessi tónlist er, maður. Magnað alveg. Herðu, ef við ekki að hlaða í, býtu, þetta lag og halda svo áfram með Þórunni eða eftir eftir, af því að það er partíþema. Já, partí. Þetta er gott partílag. Jú, klára. With you. Þetta er eitthvað besta gítarpartílag sem að ég veit um.
Allir komast í fílingu við það. Já, komast aldrei í fílingu og það vantar allir tótt í fílingu við að hlusta á FM 95 í dag. Búið að vera hrikalega gaman hjá okkur. Já, þetta búið að vera stórkostlega þáttur. Það ein slúðursaga sem langar svo ofbóðslega að spyrja viðmælendunum. Já. Þórun, það eru... Þórun Antonía. Það eru sögur í gangi núna að þú sért að hitta Benti XXX og Rottweiler hundum. Hvar heyrður þá villisinn? Nei, er þetta til? Er eitthvað til í þessu? Sko, við erum alltaf búin að vera saman í nokkur ár. Ok, þannig að þetta er ekki bara eitthvað rumor. Lesa eitthvað gömul stíða heilblöð. Nei, það er einhver rumor around town. Það býður heitasta slúðið. Nei, ángríns. Já eða nei, er þið heitast? Já. Ok. Ok, nýtt ofurpar. Ég ætla að hringi í heitið. Já. Sessunautur þinn, Sverrir Bergmann, hann var nú fórsíðin í síðustu. Já, hann er líka, þau eru tveir listamenn saman. Já. Og þau eru tveir listamenn saman. Já, nákvæmlega. Og við tveir erum tveir listamenn saman. Þetta er ótrúlegt. Er eitthvað til í þeim orðum sem ég heyrðum þig samt? Að ég og Hjörvar séum saman? Nei, hann og Ásdís Rán. Já, það er reyndar svolítið til í því, já. Já, ég er búinn að vera með annan fótinn í Búlgaríu núna undir þennan daga. Þetta er það sem þú varst að læra innan skurðlæknin? Nei, ég kláraði aldrei skurðlæknin. Já. Tók bara 2 ár og las yfir mig. En það er létt yfir okkur á þessum fallega föstudegi. Þetta er sko partyþáttur. Við skal muna miklu að hafa sól. Já. Það er mjög mikið sól í þessu stúdíu. Það munar sko miklu að vita af sólinni fyrir utan. Já. En við erum hérna í sömu myrkuðu stemmingunni. Var þetta erfiðu vetur, Þórun? Þú hefur talað það, ég las í Nýju lífi. Þú sagðir, viti, þetta var erfiðasti vetur sín upplega. Getur útskýrt aðeins? Ég er náttúrulega að vera að vinna með þessu manni, Birni Braga, í allan vetur. Rétt ímynd ykkur, þetta var harður vetur. Hvernig fer myrkrið í þið? Þegar myrkrið fer illa í marga konur. Er það? Hver er einkenni þess? Bara það er stuttur dagur og myrkrið einhvern veginn tekur yfir og oft tekur myrkrið yfir sállífið og þú er lent í því að þú ert svona að upplega sveiflur í skapi. Stundum mjög kátt og svo langt niðri. Man ekkert pressutýpa? Já, segðu okkur hans fræði. Ég vil nú ekki vera að segja allum að þú sést sálfræðingur um því beinni. Nei. En þér líður vel, það er hækkandi sól og þér líður betur. Mér hefur aldrei líður betur. Heldur betur. En Þórun, það er nógum að vera þér um helgina. Já, herðu, ég er að spila á geðveikum tónleikum annarkvöld á gamla Gauknum, Gaukastöng. Já. Sem að ég er að spila með Kiriyama Family, Úlfur og Þórun Antonía, sem sett ég, og svo Berntsen með DJ-set. Þetta verður rosa partí. Það byrjar klukkan 9 og það eru 2 fröknum drikkjum. Þetta er annarkvöld. Þetta er annarkvöld. Já. Og svo er bara standið í partí allan náttúrulega. Þetta er náttúrulega Cinco de Mayo á morgun, sem er sem sagt svona 5. maí. Þjóðmenningarhátíð Mexíkana. Þýðir Cinco de Mayo, þýðir að 5. maí? Já, það þýðir 5. maí. 1, 2, 3, 4, 5. En hins vegar er ég búin að breyta þessi Cinco de Payo og það ætla ógeðslega margar sætjar stelpur að koma hann. Margar pæjur. Yey! Þetta verður rosalegt. Þetta verður svaka. Ég vil hvetja alla sem koma hana í kvöld að koma svo líka í húsið við hliðina þegar það eru svessina. Hvernig finnst þér þessu þegar þú færð rosalega vel heppnaða mynda sjálfriðir í símaðinni eða eitthvað og þú postar henni á Facebook? Finnst þér ekki gaman að fá komment eins og vá, þú ert algjör pæja? Ég er rosa lítið að posta sjálfsmyndum. Já, ég veit ekki, ég hef samt séð oft, þú veist eitthvað, vá, algjör pæja, vá, rólega að vera falleg eða eitthvað. Er ekki óstáð gott að... Alltaf á Facebookinu mínu. Ég er rosa mikið þar, já. En er ekki rosa gott að sjá falleg komment undir myndunum sínum? Það er alltaf, hatar engin hrósið, sko. Já. Við elskum hrós. Þetta er svo sterkur leikur sem þið stelpurnar spilið. Þið postið okkur myndum á okkur, það sem myndist óvenni vel og svo peppið hver aðra upp úr öllu valdi. Já. Þetta er það sem kallað er skjallbandalag. Já. Bandalag þar sem fólk skjallar hvert annað. Þú veist, eins og, þú veist, ef þú myndir koma með einhverjum myndi sem að þér sem var í Geðveik. Ef ég verið fljótur og kom með eitthvað, vá, þú ert Geðveikur á henni. Já. Myndir þú halda að ég var að gera grín að þér? Já. Er það ekki? Nei. En Svessi, þú ætlaðir að segja, hvað ert þú að fara að gera annað kvöld? Hæ? Þú ert með eitthvað pepp annað kvöld? Já, ég er bara að spila á Þýskabarnum á bara svipað leitið að partíi búið með á Þórun og bara kemum fólkið. Ert þú alltaf að spila? Já. Alltaf allstaðar. Þú byrjar, þú varst einhvern tíðan á Danskabarnum. Já. Nú komin á Þýskabarinn. Á svona stærra land, komin í Þýskabarinn. Veitu, hvar er Þýskabarinn fyrir? Hann er við hliðina á Gauknum, ekki? Jú, hann er... Já, hann er hliðina á Gauknum. Hann er rétt hjá Amerika Style og þar. Já, við hliðina á Gauknum. Skálmóti, já.
veist, já. Í aðalstrætinu. Nú skulum við ekki eyða meira púðri í að staðsetja bari bæjarins. Þórunn, það var einstaklega gaman að fá þig hingað í innlit. Takk fyrir að hafa mig. Býtu? Kannastu þetta? Ég kannast þetta. Ég kannast þetta. Sverrir, kannast þú þetta? Ég kannast þetta. Ég pródúsera þetta lag, þú vissið það ekki. Það kannast allir þetta. Þetta verður hægt að heyra á Gauknum annarkvöld. Já. Takk fyrir það. Orkulykillinn dálítið eins og samkomuhúsið í myndinni með allt á hreinu. Alveg ótrúlegt á svona lítill lykill rúmi allt þetta. Orkan. Sálin á NASA laugardagskvöld. Þú finnur kraftinn þegar ljósnetið komið. Með ljósneti Símans færðu háhraða nettengingu. Upp- og niðurhal mun fljótlegra og möguleikar til fjarvinnu meiri. Þú getur streymt tónlist og kvikmyndum, tengt alltaf 5 háskerpumyndlykla fyrir sjónvarp Símans og verið með leikjatölvur og önnur nettengt tæki fjölskyldunar í öruggu sambandi á sama tíma. Ljósnet Símans. Kraftmeiri tenging fyrir íslensk heimili. Sverrir Bergmann á Þýska barnum laugardagskvöld. Frítt og flott tilboð á barnum. Auf Wiedersehen. Vissir þú að þú getur farið í sporthúsi í dag og fengið sumarkortið á aðeins 9.999 krónur sem langt undir 10.000 Sporthúsið í sumarskapi. Komdu á happy hour á hamborgarafabrikunni í kvöld. Vertu glaður með vinum þínum. Svo skutlum við frítt í bæinn. Hamborgarafabrikan. Á Subway bátum mánaðarins alltaf ódýrastur. Aðeins 419 krónur. Subway, alltaf fest. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredía, láttu það eftir þér. Lakkeról og þú týnist í kynnslóðum. FM 95 Blö á FM 95. Alls ekki í partíþáttin. Þetta látti ekkert í partíþáttin að gera. Nei, það bara þegar maður er með svona mikið af fólki, það er svona mikið að gerast, maður er að stjórna svona, maður er að jögla svona mörgum boltum, þá læðist inn óvart eitt svona lag sem er alls ekki partílag. Það ræðir þetta, en allt í lagi. Hlustundur FM, ég biðst afsökunar. En það eru góði gestir búin að vera hérna, nú er Rikki G komin í stúdíu og hann er að fara að taka við þér. Velkomin Rikki. Já, takk fyrir það, takk fyrir það. Hvernig finnst þér, nú ert þú búin að rúta smaður á FM síðan, frá hrunni. Þetta er held ég þegar landhelgi maður færði út í 12 mílur, þetta er í kringum 1960, þá byrjaði þú á hérna Ríkisútvarpinu. Þetta er 50. og annað árið þitt og við erum samt með miklu betri þátt heldur en þú ert að fara að vera með eftir. Nei, ég er ekki sammála því. Er ekki erfitt að koma eftir þessu? Já, nei, ég bara finn þá eitthvað. Ég var náttúrulega að hlusta aðeins á okkur áðan. Það var svona allt í lagi, það er ekkert meira en það. Þetta var svo gott. Þetta var svo góð þáttur, Já, það er rókin. Það er rókin. Allt í góðu, Það er spennandi helgi framöndan. Sérstaklega í íþrótturum. Það er náttúrulega bikarúrslitaleikurinn á morgun, Chelsea-Liverpool. Og svo eru úrslitin í enska boltanum ráðast á sunnudaginn. Newcastle, Manchester City og svo Manchester United, Swansea. Og náttúrulega, mínu menn, Tottenham, þeir eru að berjast þarna þriðasætið. Ekki glemma þeim. Fjórðasætið. Þeir eru að berjast þriðasætið klárlega. Já. Arsenal þarf bara að gera jafntefli, Arsenal er með léttan leika múti Norwich. Og erfiðan útileika múti West Brom. Og fyrir ykkur fantasy-eigundur, hrúið Arsenal-mönnum í liðið ykkar. Er það? Er það ekki? Ég held að bara halda hreinu og Van Persie. Ég held að mitt að þessi að fara að slippa upp Tottenham tökur þriðasætið. Svo vinnur Chelsea meistaradeildina, Arsenal kennst ekki meistaradeildina, fellur hún næsta ári. Já, ok. Þetta er mín spá. Þetta var hressandi þáttur. Og ég ætla að segja líka eitt, ég held að Fylkir verði Íslandsmeistari í sumar. Já, ef Fylkir verði Íslandsmeistari í sumar, þá það er ótrúlegt. Það er bara óvænt tíðindi allra tíma. Hvað eru því að spá þeim í 11. sæti? Þetta sé aðal út af meiðslum sem að þeim er spáð 11. sæti. Ég held að sé ekki út af leikmannahóknum eða þjálfaraninu slíku. Það er allir meittir þetta. Hvað er að í Árbærum? Akkur er allir meittir loksins þegar kemur á mótur? Ég skal segja þér akkur, allir eru meittir. Árbærin, Rivertown, það er ghetto. Og það eru bara allir búin að slást og berjast og stinga hvernig hann. Þess vegna eru meittir. Þeir eru sko ekki meittir, þeir eru særðir. Heyrðu, hann er, sem Finnur Ólafsson er meittur, hann er með stungusár á læri. Stungusár í læri eftir að hafa verið fyrir utan skalla aðfara nótt laugardagskvöld. Þetta er þannig meðsli meira og minna. Ásgeir Börkur er nefnbrúð til að hafa gengið fyrir utan Blástein. Skalla þar mann. Þetta er þannig meðsli sem við erum að tala um í Árbænum. Bjarni Þórður verður ekki með hann, hvað kom fyrir hann, fyrir utan Nóatún? Það er ekki svona eina hitt landmarkið ykkar. Nóatún er Nóatún flúði Árbæn fyrir mörgum árum. Nú er það farið? Krónan og Krónan í Róabæ. Ég held bara...
Richie G hérna, Richie Rich, en svona kallaður, þegar hann syndir í seðlum, hann er úr Árbænum, en hann er valsari. Valshjarta slærat. Enda er millinafn hans Ríkharð Júdas Guðnason. Veistu hvað, þegar ég var kynntur fyrst fyrir Ríkharð, þá var hann kallaður Rítard. Nákvæmlega. Heldur hímaður. Þegar ég var kallaður fyrir... Nei, ég ætla ekki að segja þetta. Þetta var sleiðbæði. Þetta er svo þroska grín.